Já, það típiska spurning, fyrstu viðbrögð eftir leik. Já, svona blendandi tilfinningar, persónulega mjög glaður að vera komin aftur og byrja svona en líka svekkjandi að hafa ekki náð að klára leikinn. Jafnvel þó að 2-2 úti á móti Kanada sé ekki verstu úrslit í heiminum, þá viljum við samt klára svona leiki og við vitum að við þurfum að gera það. Það var náttúrulega komið með öll spila á hendi, hvað svona gera verkum að Kanada næra að jafna þetta? Þeir náðu að ýta okkur þokkalega langt niður hérna í seinni hálfleik, voru grimmir og við vissum auðvitað að þeir voru búin að vera allan leikinn bara að elta okkur allan tíman og erfitt að spila og síðan fannst mér einhvern veginn stíga aðeins upp í gír seinni hálfleik. Við náðum ekki að svara nógu vel sem að gera verkum að þeir bara náðu að taka leikinn sína í hendur. Þarna, en eins og segir, þú ert lánaður persónulega nær þarna 2 mörkum í endurkominni, það lítur að vera bara ansi öflugt. Já, þetta er einhvern veginn bara, þegar maður kemur tilbaka, það þarf ekki langa tíma til að aðlagast, maður þekkir bara þessa stráka eins og lóan á hendinni sinni og maður er ekkert að efast um hvað þeir að fara að gera eða mér líður bara eins og ég hafi aldrei farið, þannig að bara geggjað og bara tekur sér ekki sem sjálfsögum hlut lengur að koma hingað og spila með strákum, fá að vera partur af þessu, þannig að bara mjög þakklátur. Þarna fyrra markið, það er svona oft talað um það að sóknarmenn fá eiginlega of mikinn tíma einhvern veginn. Þarna var þetta ekki lengi að líða í þínum huga einhvern veginn? Fyrsta markið? Já, fyrra markið. Jó, ég bjóst ekki alveg, já, ég sá þetta hann datt aðeins hana en mér finnst þetta líka að vera svona einn af mínu styrkleikum að ná að vera rólegur undir pressu og jafnvel þó maður fái stundum aðeins meiri tíma og þá getur þetta verið aðeins meira stressandi en þetta er svona líka eitthvað sem ég æfi bara frá því ég var lítill, þannig að bara upp til mín komið að nýta svona færi sem ég ger í dag, sem var gott. Seta markið náttúrulega mikið leiðilt með frábæra sendingu á þig og alvöru slút. Já, bara eins og ég vil hafa, frábær sending hjá Mikka og vel gert hjá honum fyrir og bara, já, upp í nær, það gerist alltaf flottan af það, þannig að bara sátt upp með það. Hvernig er skrókurinn eftir leikinn og kvöldan? Já, mér leið mjög vel, ég hef ekki spilað svona lengi í langa tíma, ég spilaði bara 60 daginn með Sociedad, þannig að náði 68 í dag sem er bara frábært, gott fyrir hausinn og já, mér leið mjög vel inn á vellinum, kraftmikill og ég tek hann með mér áfram. Og rætti ég bara í Haiti á þriðjudaginn? Já, þetta er bara skemmtilegur leikur líka, kannski ekki að mikið af fólki en við þurfum samt að taka vel á þeim og vera klárir, þannig að það er bara skemmtilegur leikur. Og eins og segir, allt öðruvísi verkefni? Já, þetta kannski aðeins meiri stemming á þessum leik en þá er þetta líka komið upp til okkar að taka þetta í okkar eigin hendur og búa til stemmingu inn á við fyrir þessum leik fyrir næsta leik. Þannig að við þurfum að taka því mjög alvarlega og Haiti er með gott lið, þeir eru bara mjög samkeppnismiklir, þannig að það verður spennandi verkefni.